sjáu þið hérna aðeins. Þegar þið að tengja svona loftningskapal, þá er það þannig að menn segja alltaf að þetta er ekkert mál. Það er ekkert mál að tengja svona loftningskapal. Það er alveg rétt, það er ekkert mál. En hérna, svona flestir hérna gera einhvern veginn og mikið mál úr þessu, sko. Og það fara að byrja hérna eitthvað, sko, ég veit þið, eitthvað svona. Svo fara þær eitthvað vesenast í þessu og eitthvað, datara og eitthvað. Það er ekkert svona flókið. Það byrja bara að það borgar sig að vera með, sko, einhvern svona sæmilega beittan svona bítara, til dæmis. Svo er þetta til ykkur sérstök verkfæri ef þau eru að fara að gera hérna 100 tengla eða eitthvað. En þið byrja bara á að taka hérna, taka svona, kannski svona það bil sentimeter hérna og bara svona. Þið byrja bara á þessu. Síðan takið þið svona, þá er þetta komið. Og það eina sem þurft að gera er að stytta þennan hérna aðeins. Þið þurfið samt að kíkja hérna inn í endan hérna, að því að þegar maður er að gera þetta, þá er svo algengt að verða eitthvað eftir á þessum hárum hérna á kápunni. Og þegar, þú veist, ef þið notið gleraugu, sko, þá er þetta rétt augnablikið til að draga hann gleraugun. Af því að það má alls ekki vera sko minnsta leiðni, má ekkert vera leiðni héðan og niður í kjarnan, niður í miðjuna. Signalið fer eftir miðjunni og leið og það nær hérna í skerminguna, þá er þið búin að jarðtengja signalið og það er farið. Það er horfið, sko. Þið eru búin að jarðtengja það. Og eina leiðin til að finna það aftur er að losna við jarðtenginguna af því. Síðan, ef þið eru með F-tengi, þá getið þið bara, þetta er F-tengi hérna, þið getið skrúa það bara beint upp á. Svona. Og þið skrúið bara þangað til að miðjan hérna, þið horfið inni, hún er slétt við hérna inni. Það er tilbúið. Svo klippið bara hérna og vírinn stendur svona einhverja 2-3 mm hérna út úr endanum. Tilbúið. Ef að þessi endi á að fara í tengil, segjum bara hennar hérna, þeir eru allir eitthvað voða svipaðir, að hver framleiðir tengil þar sem að maður þarf 2 gerðir af skrúfjárnum til þess að tengja það. Það er sama hérna, ég þarf að fylgjast með því að hérna, það sé ekki einhver vír hérna, nú passum að jarðtengja ekki óvart signalið og svo síðan herðir maður þetta og það má ekki herða þetta allt of mikið. Það má ekki alveg svínherða þetta, sko. Og þetta á bara að fara leggjast svona til þess að ég er búinn að herða þennan svona aðeins en hérna samt ekkert mikið. Ég ætla að herða þetta nóg losningi. Og þessi hérna á rauninni bara svona leggjast ofan á, sko. Þannig að ef að maður væri til dæmis að setja svona tengil einhvers staðar
til dæmis borð í skipi þar sem maður hristist mjög mikið. Og maður ætlar að reyna að herða allt svo fast að það losni ekki við titringin að skipið titrar endalaust. Þá frekar að nota gengjulím til þess að líma skrúna heldur en að herða nú mikið. Leið og þið byrjið að ef þið herðið þetta á mikið niður á, þá það að klemma saman fjarlægðina frá skermingunni niður í miðjuna á kjarnanum. Og þá að breyta eðlisfræðinni í kaplinn. Loftneskapallinn er hannaður út frá ákveðinni reglum að sé 70 ohm og það byggist á fjarlægðinni frá kjarnanum út í skerminguna. Og við komum til framleiðanda. Ef við förum eitthvað að breyta því, þá erum við að fokka öllu.